Það komið tími að fjalla aðeins leikhús. Við ætlum að fara niður í Tjarnarbíó. Það sem er ekki bara leikhús heldur ópera og ekki bara ópera heldur frumsýning á íslenskri óperu sem heitir Brím. Tónlistin er eftir Friðrik Margrétar Guðmundsson sem er hér og Hanna Dóra Sturludóttir syngur í sýningunni. Þetta er náttúrulega ekki á hverjum degi sem er frumsýnt íslensk ópera. Nei, það er rétt, það er bara alltaf... En hins vegar var bara, daginn var önnur frumsýnt. Já, einmitt, það er bara mikil gróska og mikið að gerast. Margir líka bara mikið að fólki að mæta óperur, líka einmitt svona uppfærslur af gömlum óperum, það er áhugi, mikill áhugi, maður finnur fyrir því. Svolítið, þegar ég fer þá kíki alltaf í kringum mig og mér finnst públikumið svolítið sérstætt. Ég hefði ekki getað að sé þetta fólk fyrir mér á neinni annarri sýningu eins og þessi gamla bíói. Af því þetta er ekki alveg, það er það sem að dregur. Það er svo gaman þegar maður setur eitthvað upp og líklega hefði fólki þannig í salnum aldrei komið saman nema út af þessu tilefni. Já, akkurat, þetta leikhúsið er bara töfrandi stund fyrir alla sem að koma að því, líka áhorfendur. En þetta með að séu 2 frumsýningar og svo eru verið að sýna, held ég, 2 aðrar sýningar. Íslenska óperan Dáin, Ríkisóperan ekki risin upp, samt fullt að gera í óperu. Já, þetta er mjög áhugavert og bara... Kanntu svara þessu, af hverju þetta er svona? Það er bara svo mikið af fólki, bæði náttúrulega mikið af söngurum á Íslandi, mikið af tónlistafólki og bara mikið af áhorfendum, það er að segja fólki sem hefur áhuga á að mæta óperur og það bara sprettur þetta svona upp og nú hefur náttúrulega svona í fjarveru íslensku óperuna þá hefur sviðslistasögur líka verið að svona sérstaklega að taka fyrir að ýta undir verkefni hjá sjálfstæðisinni það sem að koma fyrir óperur og það hefur náttúrulega bara verið að skila svo mjög vel. Já, það er ekki miklu peningar, það er svona verið að... Nei, ég meina sviðslistasögur náttúrulega, það vantar alltaf pening og það er bara, það hefur vantað í bara frá því að þið byrjuðu að fjármagna held ég. En jú, maður bara vinnur með það sem maður hefur. En Hanna Dóra, hvernig stendur á þessu? Það er vakning í óperu á Íslandi 2025. Já, það er bara mjög góð spurning en ég held að söngurinn er eitthvað bara sem fylgir okkur og við erum náttúrulega með ótrúlega mikið af góðu söngfólki sem að einhvern veginn er líka svolítið svona rannsóknarverkefni hvernig það er með Íslendinga, okkur við syngjum svona, okkur er svo gaman að syngja og við framleiðum svona mikið af góðum söngvurum. Er það raunverulegt? Já, algjörlega. Því ég kannast við góðsöluna og var þessi myndinni sem að Sigurós gerði sjálfa sig. Það var svona kórar út allt. Einmitt, það er hluti af þessu uppeldi sem verður til þess að... Þorvaldur Þorsteinsson fjallaði þetta í mjög skemmtilegu myndverkum kóra. Einmitt. En ég er oft spurð þessu erlendis, hvernig stendur á þessu? Það eru inn í óperhúsunum það kannast allir við einhvern Íslending sem að hefur verið að syngja eða þá núna eins og íslenska leikstjóra eða jafnvel, og það er kallað eftir íslenskum óperum. Ég var að tala við einn óperustjóra út daginn sem veitur, hvar eru verkin, hvar eru íslensku óperurnar? Þannig að það eru óperusöngvarar, það eru leikstjórar, það eru tónskáld sem að semja en þau komast ekki alveg alla leið, þannig kannski ekki eins mikið ábyrrandi og söngvarnir hafa verið að gera. En ég veit það ekki, þetta er bara... Og það ekki mér söguna ef ég má skjóta inn. Já. Að við eigum náttúrulega hellinga kórlögum íslenskum, þar sem að tónskáldin semja fyrir alla þessa kóra. Og svo náttúrulega þegar söngvarnir komu svona miðja síðustu öld, síðasta lag fyrir fréttir er alltaf einsökslag, eða ekki? Jú. Og það er endalaust til, það er til svona eiginlega svona tónlistarstefna sem er íslenska einsöngslagið. Algjörlega, það er reyndastundum kórverk líka, en það er eitthvað sem að, þetta heldur svona hefðinu svolítið gangandi. Það er að byrja að koma fyrst núna það sem er verið að semja fyrir, söngvarar sem geta haldið upp í óperu. Já, það náttúrulega hefur alltaf verið samið eitthvað, en ég meina og við erum að framleiða núna, það eru ópera eftir Hauk Tómasson sem var flutt í Þýskalandi og Brothers eftir Daniel Bjarnason og svona þessi stóru verk sem að kannski hafa fengið athygli en þessar minni óperur kannski, ég veit ekki, sem hafa verið sem eins og ekki eftir sorglegar mannleinskjan sem þið gerðuð, það hefur ekki farið út fyrir landina nema í einhverja hátíð. Jú, já. Þannig að þetta er svona, við þurfum að vera duglegir kannski að kynna það áfram en
En ég held líka bara sko þessi áhugi á óperu bara að líka þetta svo spennandi listform sem að ekkert annað í rauninni í leikhúsinu býður upp á. Þú veist, þetta bland með list og sem ótrúlega spennandi og þeir sem að virkilega ætla sér rýta brenna mjög mikið fyrir þessu þannig að þá stoppar það ekki neitt sko. Ég hef haldið fram í kenningu hérna að óperan sé hljóta að koma að þessi form sem að hendar okkur og þá á ég fyrst og næst við að það ekki svona beint samtöl í óperum heldur það mikið svona eins og eintal sálarinnar út í sal sem að minnir svona svolítið á Facebook-statusa. Einmitt svona. Nei, ég ekki alveg að grínast en þá ég að meina að við séum kannski á þeim tíma þar sem þurfi svona endurskoðun á stöðu okkar í samfélaginu og inn í okkur sem að eintalið á hendar kannski betur heldur en svona dramatískt stóðuleikar. Já, og það mjög áhugavert vegna þess að ég var að taka þátt í óperuverkefni út í Þýskalandi þar sem eftir finnst tónskáld sem hét Kaja Saria og hún var að semja óperu sem hét Innocence og þar notar hún öll þessi form, hún notar óperusöngara, hún notar leikara, hún notar söngleikara fólk og þar eru samtölin bæði náttúrulega og svo þessi mónologar, það sem sýnt svona inn í sálarheim viðkomandi sem alveg ótrúlega sterkt og ég veit ekki hvort þetta einhvers þar svona, þú veist þetta miðlast svo sterkt í gegnum tónlistina, þú þarft ekki alltaf að skilja öll orðin vegna þess að tónlistin talar sínu máli. Já, og svona ákveðið samkomulag milli áhorfenda og þeirra sem að flytja þetta muni gerast sem að þetta eru til svona eintal inn í leikritum og svona en það ekki svona með alveg svona, það ekki þetta samkomulag að við erum að fara að hlusta á svona, þetta level af tjáningu. Já, algjörlega. Þetta svona eiginlega smá leikhús getum við það létt orð til að nota þetta, en þetta svona að bæði áhorfendur og flytjendur svolítið svona sammála að hérna erum við aðeins stíga á eitthvað eiginlega svona út úr raunveruleikanum og yfir á eitthvað svona plan það sem allir að syngja og það svolítið svona frjálst hvenær samtöluleikt breytast yfir í eintal og svona, þetta svona það eitthvað smá svona veruleika fyrring í óperunni sem að svo falleg sko. En sem samt einhvern sönn, nú ætla ég að segja frá mínu minnstu tilfinningum. Það ekki alveg þannig og segja það aftur og aftur og hef heila hljómsveit á bakum mig til þess að ýta undir og strika undir. Já, algjörlega og ég meina list gerir þetta náttúrulega bara mjög oft, þú veist, bara ef maður hugsa skáldskapur oft raunverulegri heldur en raunveruleikin og þannig eins getur að vera að þegar þú ert að fjarlægast raunveruleikan þá getur þú samt verið að nálgast eitthvað sem ennþá meira satt eða nærri hjartanum. Annars myndi enginn standi í þessu sko. Já, nákvæmlega. Herðu, en við erum hérna alltaf að ræða svona samfélagsmál og reyna að skilja heimi sem við lögum í og erfitt að gera það svona út frá tónlistinni en þetta það saga inn í þessar óperu og hún eiginlega tengist bara dægurmál og umræðu svona síðustu ára kultúrbörn. Já, nákvæmlega og En þú semur tónlistina Ég sem tónlistina Ekki textan, það hann Adolf Smári Gunnarsson sem gerir það En hvaða áhrif hefur þú á umfjöllunarefnið að þessu leyti? Sko, í raun og veru mjög lítið þannig séð, það bara ástæðan fyrir því í rauninni að við ákveðum bara að skipta þessu svolítið þannig að hann gerði librettóið eða handritið og ég myndi svo gera textan og ég fekk í rauninni ekki að vita sko, hvað ópera var fyrir en að ég fekk bara handritið í hendunar. Og samdir músík við hans handrit? Já. Er það þannig sem að maður býtur óperu að þið myndi vilja búa hana til? Það ég myndi segja kannski að það sé svona eðlilegasta leiðin eða algengasta kannski. Ef maður sé Wagner? Já, þú veist, þegar við gerum óperu síðast saman ég og Adolf og þá vorum við meira samtali, við vorum náttúrulega ekki með söguþráð þar, þetta voru meira svona myndir og senur sem við vorum að svona vinna svolítið saman og okkur langaði bara að fara í aðra átt með þessa óperu og gera þetta svona meira, getum við sagt hefðbundið, það að fara inn í einhverja sögu og búa til karaktera sem að En þegar þetta svona söguefni valið og þú sér það
Fannst þér það áhugaverð? Þetta náttúrulega að þau eru að tala óperunum sem svona svolítið svona, en þarna þetta svolítið svona hversdagsleg nálgun. Þetta svona bara heimur sem er niður í bæ, sem maður sér þarna á sviði, allt inn í óperu, sem er ekkert kannski svo algengt að sjá bara inn í leikhúsunum, sko. Af því að þar eru við ofta að horfa á eldra verk og eitthvað svona. En þannig kemur bara svona eins og tímaritsgreinar og svona rifrildin á Facebook, svona sjónarmið nebóbörnin eða kultúrbörnin sem hafa frekari aðgengi að öðrum að því að slá í gegn eða verða heyrð. Þannig stéttaskipting. Já. Alveg stöf. Mér finnst einmitt bara listilega gert hjá Adolf Smára hvaðan sko að hann náttúrulega svo rosalega næmur fyrir óperum og handritsgerð og náttúrulega samfélaginu fyrst og fremst eins og allir góði listamenn og hann svona einmitt býr til þessa sögu og þessa karaktera sem eru bara, þetta bara einmitt eins og segir eitthvað sem er íslenskur raunveruleiki og karakter sem getur verið fólk sem þekkir og hefur talað við eða hefur einmitt dást af listaverkum og en samt svona sama tíma þá þetta rosalega svona gaman hvernig hann nýtir þessa kannski klísjur eða þess að trópa úr óperu og einhvern veginn fléttar þeim saman við þess að rosalega venjulegu sögu. Þannig að þó við séum inn í óperu þá erum við ekki að fjalla eitthvað kónga og hirðfólk heldur þetta bara sem sagt, já, náttúrulega íslenskt listafólk, íslensk listasena og þar eru þetta einmitt þessi stéttaskipting sem við erum að svona kommenta á en og náttúrulega bara sagan þetta og það var töluvert fjallað fyrir svona kannski 2 árum eftir grein nákvæmlega Jóns sem náttúrulega barnabarn Laxness og kom alls konar fólk að tjá sig viðbrögð mikið talað það, já, einmitt, ég man eftir svo og svo einmitt, náttúrulega fléttast þetta inn í svo bara þessa einföldu sögu sem náttúrulega bara þessi stelpa Nína Brím sem eiginlega í leit af svona föður er að reyna að feta í fótspor föðursins sem hún kynntist aldrei því hann dó þegar hún var mjög ung. Þannig að það svona komum við líka inn í þetta svona drama sem er rauði þráðurinn í gegnum söguna en spilast inn í þessum heimi. Gæti verið bara þráður hjá Verdi eða eitthvað. Já, þessu. Upp í kröfur föður mín sem að ég veit ekki hver Sígildi þráður. En í rauninni þetta alltaf, þetta snýst alltaf tilfinningar, mannlega tilfinningar, sko, í kjarnan með þetta snýst þetta það og mér finnst mjög spennandi þegar verk, hvort sem það eru leikverk eða tónverk eða óperur, þegar þau fara inn í raunveruleikann eins og hann núna, af því að við þurfum líka að sjá að þessi hægt að gera óperur sem eru spennandi og áhugaverðar þó það sé ekki einmitt eitthvað svona upphafið efni og og þannig að fólk tengi líka við það og það held að sé líka eins og þú sagðir með áhorfendur sem að koma, þau eru áhugasöm af því að þetta er eitthvað sem að þau kannski geta tengt við og þetta er ekki eitthvað einhverja þjóna og drottningar og endalausar ástasögur og eitthvað svona og morð og dauða. Já, svo þessu hversdagsleika sem mætir okkur í þessu, ég veit ekki hvað það heitir, svona fjölmiðla umhverfi og annað slíkt. Það er alltaf til svona sóperur, að nú erum við í tollastríði milli Kína og Bandaríkjanna sem að ávisa rætur í ferði Nixon til Kína, það var gerð óperu það. Já, það kemur örugglega óperu en tollastríðið. Það var fyrir Trump frá Kína mætti setja upp, sem er náttúrulega fín persóna í svona ópera buffa, Trump. En talandi það, það er svona blær að því að við erum að kíkja inn í svona listaheim og það er svona smá hæðni yfir þessum heimi. Hann er ekki upphafinn, þannig minni mann svona tónni myndi mér svolítið á muni ekki eftir einsýnin í listaheimin í þetta er alltaf að koma hjá Hallgrími Helgasyni. Já, einmitt. Svona sambarlegt sjónarhorn. Svona gaggrínandinn er ekki hann er eiginlega næstu við grínpersóna. Já. Einmitt. Já. Ég kláraði nú aldrei þessa bók, ég byrjaði á henni. Þegar hún þótti fyndnari fyrir eldri fólk en þig, fyndi fyrir mína kynslóð. Já, ég skilji. Já, bara náttúrulega
grínið rosalega gott vopn sko, en mér finnst svona vera einmitt, eins og talar tón, sko, mér finnst vera mjög svona flottur tón, ég eiginlega áttaði mig ekki sjálfur á tóninum í óperunni fyrir en bara ég sá fyrsta rensli, sko, og svona það gaman einhvern veginn út að maður einhvern veginn að skrifa eitthvað og maður veit ekki alveg hvernig þetta á eftir að lenda og svo allt í einu svona sá ég þetta var miklu fyndnara en ég hafði kannski ímyndað mér og en þú veist, það líka bara, þú veist, raunveruleikinn rosalega skrítinn og það hægt að túlka hann á mjög bara ólíkan hátt, sko, og En þessi tónn í músíkinni, sko. Já, finnst þið það? Nei, ég bara ímynda mér það, ég veit það ekki. Mér finnst hún undirstrika svona líka þegar það kemur svona, hvað heitir þetta svona, eins og svona kaldrani. Já. Mér finnst það. Mér finnst oft erfitt, sko, þú veist, það svona, fyrir mína sakir þá reyni ég eiginlega alltaf svolítið að vinna á móti textanum, því að ef þú ert Það mátti ekki íta undir hann. Já, það að segja, ef það eitthvað sem fyndið í textanum, þá fáralegt að reyna að gera fyndna tónlist undir það. Því að, og eins, sko, ef þú ert með eitthvað mjög dramatíst, að þá vilt ekki vera að einhvern veginn ganga inn í það. Þú verður svolítið að vega salt með þessu, sko, eins og náttúrulega bara, ég meina, öll sorglegustu lög í heiminum dúr. Það bara textin sem sorglegur, en út af það þetta misræmi milli tónlistar og texta, það oft vekur meiri einhvern veginn og sterkari tilfinningar heldur en hitt. Herðu, en hvernig að syngja þetta? Það bara mjög gaman. Ég var einmitt, mér svolítið gaman að heyra Friðrik tala þetta vegna þess að þegar ég las þetta fyrst, þá var ég heldur ekki viss hvernig, í rauninni, hvernig verkið var mér í höndunum og það var bara rosalega gaman að ganga inn í það og bara finna karakterinn, en ég náttúrulega ótrúlega heppin með mitt hlutverk, mér finnst það mjög skemmtilegt að fá að gera þetta og sönglega séð þetta bara walk in the park, sko, mjög þægilegt og mjög svona aðgengilegt. Lítið svona, það kannski já, mér finnst mjög gaman þessi kaflar sem að ég að syngja með einhverjum, það sem að dúetendir eða eitthvað svoleiðis, mér finnst mjög skemmtilegir og talandi með mitt að svona samræðirnar sem í gangi, það er samið mjög svona skemmtilegt samtal sem ekki bara verið að endurtaka eitthvað heldur, við erum virkilega að tala saman, mér finnst það mjög skemmtilegt. En talandi sko húmorinn í þessu líka, sko ég var ekki alveg að skilja hann fyrst, sko, og það er líka svo gaman þegar maður, að því þetta er svo mikið orka sem kemur frá áhorfendur líka, að þegar við fengum fyrst áhorfendur inn að þá var verið að hlæja á stöðum sem við áttum ekki vona að væri einhver svoleiðis viðbrögð. Ég sá frumsýninguna, ég held að það hefur verið bara mjög snemma að fara að hlæja. Já, einmitt, og það var svona svolítið, við varum þetta já. Þannig að þetta þú veist, það er bara gaman að sjá hvernig fólk tekur þessu og hvernig það er stemt og þannig að já. Fólk er náttúrulega að horfa svolítið inn í heim sem að það týlirir og þekkir, sko. Já, einmitt. Þá er fólk þegar maður fær eitthvað svona í hendurna þá reynir maður náttúrulega bara að gera það mjög svona heiðarlega og ganga bara inn í það án þess að vera með eitthvað svona fyrirfram ákveðnar hugmyndir og og við vorum til þess ekki búin að hittast fyrir bara þarna í ferlinu og þannig að ég tók þessu bara svona eins og hverjur verkefni og vann þetta svona inn í hópinn bara. Þannig að þetta myndaðist. Já. En Friðrik, af hverju viltu semja óperur? Mér finnst bara gaman að semja alls konar tónlist og ég hef svona í mínum ferli haft það að leiðarljósi að bara vera fjölbreyttur. Ég náttúrulega mikið verið að vinna í leikhúsi og kem inn í það bara út að ég svona á marga vini sem hafa áhuga á leikhúsi og það svona kviknaði einhvern veginn þegar ég var í listaháskólanum áhuga því, þeir voru oft að reyna að fá mig í einhver verkefni og einhver atriði sem þeir voru að setja upp þar og þar svona einmitt fann ég svolítið vettvang sem að hendaði mér mjög vel. Það er svona, maður veit ekkert hvað maður er að fara að gera, sko, þegar maður vaknar á morgnana og bara stundum það maður að búa til eitthvað 10 mínútna technolag og stundum það maður að búa til eitthvað burlesk undir spil, sko, þannig að og svo einmitt stundum einhverjar sinfónískar, dramatískar senur, þannig að þetta er svona mjög fjölbreytt. Þetta er bara eins og Mozart, það er bara eftir hvað er plantað hjá manni? Já, akkurat, og ég einmitt svona svolítið þannig að svona ég
ég kannski fæ fljótt leið að því sem að ég að gera og langar að fara að gera eitthvað annað og ég svona frá því að við gerðum síðustu óperu þá ég búin að vera bara mikið að spila með poppljómsveitum og búa til eitthvað svona raftónlist og poptónlist og þannig að þetta var bara fullkomin tími til þess að snúa aftur svolítið í klassikina og fara að gera óperu. Hvað myndirðu vilja gera ef þú réðir því? Þyrftir ekki að svara grípa tækifæri sem að bjóðast? Myndirðu vilja vera meira í óperunni eða? Ég veit það ekki, bara ég á svolítið erfitt að ákveða fyrir sjálf mig hvað maður langar að gera og ég held að það sé svona bara maður er náttúrulega svo mikið svona people pleaser sko. Ég hef aldrei einhvern veginn sett mig í forgrunn sko. Þannig að veist bara gaman að geta gert eitthvað fyrir fólk og ef fólk stingur upp á okkur fyrir mig sem að finnst þætti kannski sniðugt að ég myndi gera tekið því oft bara mjög alvarlega sko. Þetta liggur misjafnlega við tónskáldum þetta form að búið til óperu sem frábært tónskáld einhvern veginn náðu sig alveg. Algjörlega. Það er líka bara ákveðin kunst að skrifa góða óperu, alveg svo að þú veist, bara gera eitthvað. Það er ekki allir sem hafa bara, ég veit ekki, ég er náttúrulega búin að syngja alls konar verk og sumaróperu lifi ekkit af. Þannig að þetta er líka bara, þú veist, hvernig það þróast, hvernig það vaksa og já, og sömu stílbrið einhvern veginn ekki hent ekki og bara ekki nóg vel skrifað og eða, ég veit ekki, efnistökin. Er tónskáld misgóði að bara semja fyrir þetta hljóðfæri sem að röddin Já, algjörlega. Maður finnur strax þegar einhver hefur svona aðeins áhuga á því hvernig söngröddin er og hvernig... Eða öfugt, þú finnur það þegar það hefur engar áhuga. Já, þannig að já, algjörlega. Og það getur verið mjög flókin tónlist en samt mjög syngjanleg. Þannig að það er bara, já, og líka þegar maður fari að vinna með tónskáldinu, náttúrulega ótrúlega mikil forréttindi, ég get ekki unni með Mozart, skilur, það er rosalega gaman að vinna með samtíma listamönnum og geta svona rætt af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru. Og hnika ykkur til. Já, eða bara orðum til. Já, eða fá að ráða, og segja bara, mér langar að gera það svona, er það hægt og ertu opinn fyrir því og svona. Svipað og leikar að gera bara. Já. Óperusöngar eru náttúrulega leikarar. Já, algjörlega bara sviðslistamenn og sviðslistafólk, þannig að það er líka mjög gaman einmitt í þessu verki að fá að leika svona þessa típu eins og ég segi og fá að bara fara lengra með það. Þú veist að því að hlutverki sem slíkt í rauninni er ekki þannig að ég þurfa eitthvað að taka sérstaklega mikið tillit til hvernig ég beiti röddinni, þegar ég get bara leyft mér að vera þessi típa og það er mjög þægilegt. Mér finnst það einhver leiti af þessum óperusýningu sem er í gangi núna, að það er eiginlega svona lögð mikil áhersla á leikhúsþáttinn. Ef maður ætti að reyna að ráða í það hvað er að gerast, þá var það miðast að vera svolítið ábyrjandi í öllum þessum sýningum. Já, það er alveg senan alltaf út í Þýskalandi er þannig að það var fyrir einhverjum áratugum eða síðan þá réðu stjórnendurnir eiginlega öllu. Þessi hljómsveitarstjórn var allsráðandi. Nú er það leikstjórnir. Og þeir hafa voða mikið að segja og þeir geta algjörlega bara, en þetta er náttúrulega alltaf svolítið teginlegt, en þeir hafa mjög mikið að segja og enda er líka bara miklu skemmtilegra þegar eitthvað er vel unnið og farið djúpt í og við viljum það náttúrulega líka þeir sem standa á sviðinu og bera þetta uppi viljum náttúrulega vita hvað við erum að gera og hvað við erum að meina með þessu, þannig að það er gott að vinna með góðum leikstjóra sem veit hvað hann vill og hvað hann er að hugsa. En ef þetta er svona pendút þá er þetta að fara í áttina leikhúsinu frekar heldur en? Já, svolítið og eða það allavega mín tilfinning. Kammerópera fyrir 30 árum þýtti það að maður fór á tónleika og þá stóðu söngvararnir. Stóðu allir kyrrir, einmitt, akkurat. Núna er kammerópera þannig að maður fer og það er bara... Það er standa haus. Fyrir út allan sal. Já, það er mikil áhersla lögð á að söngvarar geti gert alls konar hlutir og þeir bara, séu fitt og vel á sig komnir og séu ekki svona, já, sitji bara stól. Þannig að þetta er, já, það er lagt áherslu á þetta. En í menntun líka, bara hjá söngurum, þau þurfa að mennta sig svona sem leikarar líka. Herðu, það er íslenska ópera leikur niðri? Já. Er þetta áin eða ekki bara? Já, ég myndi ekki segja það. Ég held að þetta sé bara í rauninni svona ákveðið tímabil sem að við þurfum að gangi í gegnum til þess að fá þetta skýra form sem að við höfum saknað og sem á að vera ríkisópera. Já, þannig að það sé svona, þannig að það sé skýrt hvernig þetta er rekið, hvaðan
fjármagni kemur og bara eins og þjóðleikhúsið og þessi listform öll rekin, sko. Þannig að þetta var eina sem átti eftir að gera í rauninni til að þetta væri allt komið á hreint. En höfum við svona, eins og þetta lagt upp með, þetta burðir til þess að hafa hér einhverja Já, alveg eins og það hefur verið undanfarin ár. Ég meina, við erum ekki að fara að biðja meira heldur en við höfum verið að fá hjá Íslensku óperunni. Þetta er rauninni bara sama fjármagni. Það bara í staðan fyrir að styðja Íslensku óperuna, þá bara komið fyrirtæki sem þá er ríkið að reka þetta og 2 uppfærslur ári kannski. Hvað segirðu? 2 uppfærslur ári. Já, það nú reyndar í lögum þessa eins og þetta sett upp núna lagt mikil áhersla á þetta sé ekki bara 2 uppfærslur á ári, heldur það sé kannski meira smerri uppfærslur, einmitt eins og við erum að gera núna með öllum sem grasrótar hópum og líka miklu meira svona menningar, fyrir börn líka, svona mennta þannig að það sé hægt að gera meira við, þannig að það sé ekki bara alltaf vera með að setja upp Carmen eða raunverulega svona grasrótarstarf og eitthvað sem að íslensk ópera gæti sprottu upp. Akkurat. Hún gerir það ekki endilega með því að vera að setja alltaf upp. Nei, og líka bara þannig að fólk eins og leikstjórar og hljómsveitarstjórar og ungir söngvarar á Íslandi og þeir sem eru að starfa erlendis geti hafið þetta starfsöryggi, þeir geti komið og miðlað áfram það sem þeir eru að gera og þannig að það þróist áfram þetta form sem er alveg grundvöll fyrir. En ef við myndum að segja, já, auðvitað væri þetta búið gaman og svona, en við erum nú bara 400.000 og við erum ekki eins og með borgarlínu eða neðagerðarlest. Nei. Það allar anskoti sem okkur vantar að vera ekki með óperu. Hvað myndir þú segja við því? Ég myndi bara segja, eins og ég segi, þetta eru fjármunir sem búið að taka til hliðar og ekki að fara, við erum ekki að taka peninga frá neinum öðrum. Og þetta eru peningar sem að fara í menningu sem að við erum búin að vera stunda í áratugi og hefur aldrei fengið í rauninni verðugan sess í þjóðfélaginu. Samt sem áður erum við að mennta söngvara í hundraðavís og þeir eru út allan heim, þannig að þetta er náttúrulega bara löngu tímabært og það eru... Þetta sprettu fram eins og við orðið var við, kannski sérstaklega í vetur, ég man ekki eftir. Jú, já, einmitt, þetta hefur bara verið, og þróunin bara þannig að við getum ekki lengur hort framhjá því að þetta sé eitthvað deyjandi form og við ætlum ekki að styðja við þetta. Þetta er bara alveg eins og dansinn og hljóðfæraleikurinn og leiklistin. Þetta bara tilheyrir sviðslistum. Og þó við séum bara 400.000 þá samt hlutfallslega fólk sem hefur menntað sig í tónlist mjög hátt og ég meina það eru borgir út í heimi sem eru svona svipastórar af mannfjölda eins og Íslandi en eru samt með 2 leikhús, þannig að þetta ekki endilega bara það og við erum að fara að nota við erum að fara að nota Hörpu áfram, við erum ekki að fara að byggja neitt hús, í rauninni erum að nota það sem í rauninni til staðar, við erum bara að fara að reyna að halda betur utanum Hvorugt kannski gott, Harpan ekki gott fyrir svið. Það náttúrulega allt annar umræða. Þjóðleikhúsið svona heldur og lítið fyrir allavega dýraróperuferslur. Já, það nú það. En samt sem áður, á meðan staðin svona, þá í rauninni hægt að gera fínur uppfærslur í Eldborg eða jafnvel Norðurljósum og meðan við getum notað leikhúsin þá fyrir kameróperur eða eitthvað slíkt. Og svo náttúrulega líka bara eins og margar borgir að gera þetta í Þýskalandi, það sem ég þekki best til, það oft verið að sýna í einhverjum svona stórum rýmum, einhverjum aflögðum kirkjum eða versmiðum eða eitthvað, það að gera mjög spennandi hluti, það þarf ekki alltaf að vera óperuhús. Það ekki hægt hér, af því að ég talaði við leikhúsfólk það, að það sem að vera einu sinni hægt var að fá inni hér og þar í einhverju. Það svo mikil samkeppni við ferðamannaðina að það verið að umbreyta öllum veggjum landsins í eitthvað túrisma og fleira. Já. Þannig að ef við hugsið eins aftur þá er að minna þetta að sé verið að setja upp sýningar í einhverjum svona rýmum. Já, einmitt. Og þess að Hafnarfjarðarleikhúsið misti sitt sem var einhvern veginn svona gamalt. Einmitt. Þess vegna Tjarnarbíó svo mikilvægt. Mjög mikilvægt. Við erum ótrúlega heppin og það bara gaman að vera hægt að halda svona leikhúsi gangandi sem tekur þá allavega á móti svona hópum eins og okkur. En já, með túristana, ég veit ekki, ég hélt að þetta væri aðeins að hjaðna með að vera að bæta við hótelum og rýmum fyrir túrista. Nú hægt að Bandaríkjamenn að koma. Það bara hver einasti rabarbaragarður í bakhúsi í miðbænum með það vera breytis öllu yfir í
eitthvað fyrir túristana. Já. Við getum náttúrulega sungið fyrir þá, þú veist þannig að ef óperan heldur það er náttúrulega til túrismi sem að snýst óperur, það er mjög gaman að fara á Wagner-óperur út í heimi. Nákvæmlega. Þá mætir fólk alls þar að. Já, og þetta er eitthvað sem getur skapað. Og það er allt öðruvísi públikum heldur að sér það á öðrum sýningum. Akkurat. Og sér bara, það er önnur föt og það er bara... Einmitt. Það er sóknarfæri þarna, sko. Það er öðruvísi, sko, líkamstjáning. Já. Er það að tala um Bayreuth þá? Nei, bara, ég man sérstaklega því að tók eins og mig, sko, vatnabúsin út í óperuna í Kaupmannahöfn og var með, svona túristum og þau voru svo fyndin, sko, þetta var eins og úr einhverju svona bíómynd, sko. Þau voru svo sérstök sem fara og sækja Wagner-sýningar út um allt. Já, einmitt að Wagner-félagið örugglega. Já, það er til Wagner-félag. En já, bara, í Evrópu líka og út um allan heim, en talandi það, þú veist, það er líka svo mikilvægt að óperan fái þetta svigrúm til þess að mynda nýtt publikum líka, vegna þess að þetta er... Eins og að vera að myndast, eins og þau eru að halda fram. Já, og líka bara til þess að taka þetta, sko, það þurfi að vera eitthvað ákveðið típa fólki sem fer að hlusta, þú veist, vegna þess að, og það er alveg ótrúlega gaman að upplifa að þegar ungt fólk eða fólk sem hefur ekki heyrt óperu áður kemur á eitthvað sem er bara eitthvað algjörlega nýtt fyrir þeim og þau heillast og það þarf nefnilega að þetta er bara tónlist, þetta er bara list, þetta er bara tilfinningar, þannig að þetta er ekki eitthvað sem þú þarft að vera búin að læra áður en þú kemur á það og það er svo mikill miskilningur. Þess vegna getur verið gott fyrir óperuna að vera tíma í svona rýmum eins og Tjarnarbíói, það sem eru öðruvísi publikum sem kemur heldur en að fara þar sem að fólk heldur kannski að sé. Var ekki ópera sýnd í kassanum í Þjóðleikhúsinu í haust? Jú, einmitt, 100.000 frumsýningar á íslenskum óperum í haust. Já, hún var náttúrulega frumflutt samt síðasta vetur, 100%, eða seint síðasta vetur, það var eiginlega í vor. Já, það fyrir að það voru upp. Það finnst þess að ég hef séð hana í... Ég sá hann í vor. Það var í vor. Á síðustu 12 mánuðum, það var verið 3 íslenskar óperur frumfluttar á Íslandi, sem ég held að hljóta að vera sögulegt. Algjörlega. Herðu, gaman að fá ykkur hingað að spjalla um þetta, Friðrik og Hanna Dóra. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Og ég hvet náttúrulega áhorfendur og áheyrendur til þess að fylgjast með þessu. Það er eitthvað skrítið að gerast í óperu í Reykjavík. Gaman að ef að sprettur eitthvað mikið úr þessu að hafa tekið þátt í upphafinu. Ef ekki verður, þá var gaman að rifja upp að 2025 var árið þegar óperan reis upp í Reykjavík. En við ætlum að láta þetta gott heita í dag. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Það er búið að vera margt áhugavert efni hérna á fjölbreytt í kvöld. Þakka öllu gestunum sem hingað komið og þeim sem hafa verið að taka viðtöl hérna með mér. Laufeyju og Pétri fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem að breyti þessu samtali okkar í fjölmiðlun með því að hlusta. Þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðuna með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þið heyrið hér og sjáið. Þannig byggist það upp af góðri afspurn. Þið getið bent á að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, undir nafni samstöðunar. Við erum líka í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta, eins og Rauðaborðið, Sýnir Egils eða hvað það nú er. Svo erum við í útvarpinu sem á næst í útasendingum svona stór höfuðborgarsvæðinu, alveg upp í Snæfellsnes og upp eftir öllum Borgarfirði, upp að Litlu kaffistofu út á Reykjanestá. En þar fyrir utan getur fólk hlustað á útvarpið á samstöðuna á spilaranum, það er spilari.is, það er á netinu og svo er spilarin líka app sem maður hlaða niður í síma sinn og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síminn. Þar eru við númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef til vill, ég veit ekki alveg, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, allar ásleysing, samfélagsumræða við þetta Rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfanda og áhærenda sem hafa ákveðið að leggja okkur lið með því að gerast áskrifendur. Þú getur slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem er 2.500 krónur, sem mér er sagt að sé hlægilega lágu uppað fyrir það efni sem við búum til hér. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur
samstöðina. Og það er svo til að á morgun á 50daginn klukkan 5 í eftirmiddaginn þá verður aðalfundur samstöðunar, þannig að þið sem aðalfundur Alþýðufélagsins, þannig að þið sem eruð félagir í því hvet ykkur til þess að mæta og styðja við uppbyggingu við samstöðunar og verja hana og styðja hana. Aðalfundurinn í Bolholti 6 klukkan 5 á morgun. En þetta gott í kvöld. Þakka kærlega fyrir mig og svo sjáumst aftur hér annað kvöld klukkan 8 og þá heldur Rauðaborðið áfram. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.